Svona, jæja, þá er þetta alltaf smella og ég ætla bara að opna myndan hérna í símanum hjá mér. Við erum sem þetta virki allt gott og eitthvað á að gera. Jöp, þá getur ég fylgst með kommentum og allt konar svoleiðis og bara þetta fylgjast á Google. Svona. Gleðilegt nýtt tungl, það er nýtt tungl í Hrúti. Svo er litið öflugt tungl núna, þannig að það getur vel verið að þið hafa verið að finna kannski einhver áhrif af þessu tungli. Það er búið að vera alls konar í gangi, þannig að það er svolítið öflugt orka núna. En verið velkomin og takk fyrir að vera eina með mér. Og ef ég sýni ykkur bara helt hvað spil ég er með, þá er ég með hérna Víkingakortin íslensku. Svo er ég með sjálfsögðu, Monologi klassísku, svo Imperial Dragon og Monologi Manifestation er hérna með á kantinum. Þá ætti ég bara að fara strax í það að leggja inn í skjáinn og leyfa ykkur að tengjast spilunum. Og ég ætla aðeins að tala tunglið á meðan. Hér eru spilin og það eru íslensku Víkingakortin, Monologi og svo Imperial Dragon Oracle. Nú, þetta tungl núna, nýja tunglið í Hrútsmerkinu og svo er þar að auki, það er sólmyrkvi en það sést ekki frá nema í rauninni fyrir nokkrum stöðum á hnettinum núna. Bara staðan á jörðinni er þannig að við sjáum það ekki héðan. Það er rosa orka sem er búin að vera að fylgja þessu nýja tungli og sérstaklega jafnvel svolítið svona heit fyrir suma aggressív orka, mjög kröftug og ég segi fyrir mitt leyti, ég er alveg búin að finna fyrir þessu í þó nokkra daga, meira minna allir síðustu viku, stóra hluta síðustu viku og sérstaklega helgina búið að vera rosa mikið. Mikið að koma upp á yfirborðið, bæði persónulega og svona í umhverfinu innan samfélagsins, allt einhvern veginn svona að svona springa, rjúka upp og verið á mörgum sviðum svona að sópa ofan af og það er náttúrulega svolítið í tengslum við líka að við erum nú að komast inn í vorið þó að þessi kalt hjá okkur og hér á Akureyri allt á kal snjó, þá erum við samt að detta inn í vor orkuna þar sem það er sópað ofan af yfirborðið þannig að við sjáum hvað er undir. Það er rétt eins og þegar snjórinn tekur þá sjáum við allt einu hvað er búið að liggja undir í vetur og það er svolítið að sýna sig í kringum okkur líka núna. Nú og svo þar að auki þá er þessi opnun sem fylgir vorinu, sem fylgir líka hrútnum, að núna erum við að taka sennilegast eftir að það eru rosamlega mikið af alls konar tækifærum, alls konar boðum, alls konar möguleikum, ný dyr að opnast víðs vega og það er einhvern veginn allt í boði og svo margar hugmyndir á lofti og með hrútsorkunni þá er drifið okkar og atorkan líka í krafti þannig að það eru margir sem eru örugglega að upplifa svolítið svona nú get ég sigrað heiminn tilfinningu sem er frábært og geggjað. Hins vegar þá verðum við líka að minna okkur á það að temja okkur hófs, að ekki ætla okkur of og minna okkur líka á þolinmæðina, að ganga hægt gleðina dyr, þannig að þegar við sjáum tækifærin opnast og möguleikana að við séum ekki bara að rjúka af stað án undirbúnings og án þess að kanna raunaðstæður. Og eins og ég skrifaði í lýsinguna að þetta með að bíða þangað til að dyrnar opnist með að ætla að ganga í gegnum þær, annars
stanga maður bara hurðina sjálfa. Þannig að við þurfum aðeins að temja okkur til hófs hér og ekki bara rjúka af stað. Þannig að einhver okkar þurfa kannski aðeins að kæla og hægja. En nú skulum fara í spilin. Og á nýju tungli þá erum við svona að kanna hvað að rísa upp, hvað að koma upp á yfirborðið hjá okkur sjálfum. Þannig að ef við skoðum hvað er koma upp á yfirborðið hér, byrjum á víkingakortinu. Ok, það kemur víkingaskipi sem stendur fyrir landkönnun eða ferðalögum og svona að kanna nýja möguleika. Það verður svona að kanna slóðina sem á mjög vel við núna, að það sé verið að skoða hvað möguleikar eru kring, hvað tækifæri eru í boði, hvað langar mann til að gera, hvert langar mann að fara. Þannig að hér er mjög skýrt að það er að rísa upp þessi vilji og orka til þess að breyta til, gera eitthvað nýtt og færa sig seljarnir. Þannig að það er að koma mjög sterkt hér og í alveg beinni tengingu við orkunum sem ég var að lýsa. Þannig að þá skal ég sjá hver svona megin skilaboðin eru. Af hverju er verið að benda á þetta núna? Af hverju er þessi orka svona áberandi núna? Já, hún komur hér og það er handritið sem stendur fyrir þekkinguna. Hér er þá greinilega þorsti fyrir nýrri þekkingu, meiri reynslu og þroska. Þannig að þeir sem eru að skoða í kringum ykkur, sérstaklega kannski hvað varðar eitthvað til að læra, eitthvað námskeið eða einfaldlega bara nýja lífsreynslu til þess að prófa eitthvað áfram og bara til að prófa eitthvað nýtt, að þá er verið að benda á þetta er í þér til þess að þú lærir. Það er verið að ýta á þig að sækja nýja þekkingu og nýja reynslu í lífinu, bara til þess að þroskast áfram og stækka þig sem veru. Þannig að það er ekkert ástæðuleysu sem það er verið að keyra upp þessu orku í þér, þannig að vilja að skoða í kringu þig. Það er verið að ýta á þig að nú sé komið tími til að þú bætir við þig og gerir eitthvað nýtt og sækir eitthvað nýtt. Nú, hvaða áhrif þetta hefur á komandi tíma? Kíkjum á það. Það kom hér sverðið sem er fyrir lausnina. Lausnir, með aukinni þekkingu, þeim fleiri lausnir höfum við, það er bara svolítið þar. Og í tilfelli einhverja þá er þetta líka að þau eru að skoða í kringum ykkur af því að ykkur vantar að leysa úr ykkur málum, af því að það er eitthvað sem er að íþyngja eða er hamlandi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er verið að leita lausna. Það er verið að opna á nýja möguleika til þess að finna lausnir í lífinu. Og líka bara þetta með aukinni þekkingu og aukinni reynslu í lífinu, að þá sjáum við miklu frekar lausnir. Við erum auðveldri með að hugsa lausna miðar og það eitt og sér kemur okkur alveg ofboðslega langt áfram í lífinu. Bara þetta að geta séð fyrir okkur lausnir á öllum málum. Af því það að lifa í þannig hugsun að hindranir séu óhaggandi í rauninni, það er ofboðslega hamlandi í lífinu. Ég er ekki að segja að við mætum aldrei hindrunum sem eru raunverulega óhaggandi og hafi stór áhrif á okkur sem einstaklinga, en hins vegar í þessu almenna þá er svo mikill léttir að geta verið
nær stöðugt, nær alltaf í lausnamiðaðri hugsun. Þó auðvitað eigum við daga og daga þar sem við kannski sjáum ekki eins vel lausnirnar kringum okkur. En það er einhvern veginn, það léttir lífið að vera að staðaldri lausnamiðaður í hugsun og það kemur með aukinni þekkingu og reynslu og þroska. Þannig að það þú sért að skoða í kringu hvernig þú getur aukið þína þekkingu og aukið þína lausnamiðuðu hugsun, það er bara ofboðslega góð svið til. Og ef við fáum hér á manifestation stokkinum stutt skilaboð til að styðja í þessu, þá er hér nýtt tungl í Steingate sem segir step up and lead, taktu skrefið og vertu til fyrirmyndar, taktu stjórnina. Og hérna er verið að benda þér á, þú tekur stjórnina, þú ræður sjálft þínu lífi. Þannig að þetta er svolítið undir þér komið að stíga þessi skref, að leita í kringu þig eftir því hvernig þú getur stækkað þig sem einstakling og taka skrefin sem þarf til. Ekki bara skoða og leyfa sér að dreyma, heldur taka skrefið og framkvæma, þannig að taktu stjórnina í lífinu. Ok, við skulum þá færa okkur yfir í næsta stokk sem eru monologi, klassísku. Þá byrjum við aftur að athuga hvað er að koma upp, hvað er að vísa upp yfirborðið hér. Segir hér adjustments are required. Hér þarfnast breytinga, þá þarf að aðlaga hlutina, færa eitthvað til, þannig að hér þarf eitthvað aðeins að breyta. Og það getur meira sér vel verið að í þessari orku núna að það sé bara virkilega aðkallandi og jafnvel að einhver eitthvað sé að finna bara mjög mikinn pirring. Pirring á hvernig aðstæður eru núna. Bara mjög sterka þörf til þess að gera græja, breyta, snúa allu við, sko. En hér þarf að breyta ykkur, þannig að ef þú kannar við sjálfu þér bara hvað er raunverulega að pirra þig, hverju getur þú breytt og hverju þarftu að breyta. Af því að það er stór munur á hverju langar okkur að breyta, hverju getur við breytt og hverju þurfum við að breyta. Þetta þarf að skoða. En þá er þetta svona spurningum megin skilaboðin, af hverju við erum að benda þetta. Það er verið að reyna að segja hérna. Af hverju við erum að benda á að hér þurfum breytingar. Já, einmitt. Þá kemur hér sportdrykkinn. Það segir að hér að nú sé tími til að sleppa tökunum á neikvæðni. Já, ef að það er neikvæð orka í líf okkar eða neikvæð hugsun hjá okkur, þá þurfum við svo sannarlega að breyta ykkur. Ef við erum að upplifa mikið af neikvæðni innra með okkur eða í umhverfum okkar, þá þurfum við svo sannarlega að breyta ykkur. Af því það er ótrúlegt hvað bara það eitt að sé að hafa eina neikvæða rödd í kollinum okkar er hamlandi og heldur aftur á okkur. Og líka, alveg með ótrúlegt hvað það þarf ekki nema eina neikvæða rödd einhvers staðar í hvort sem það er starfsumhverfi eða félagslegt net eða fjölskyldunni okkar, að það getur haft svo ofboðslega sterk áhrif. Og það smitar oft svo út frá sér. Þannig að, já, hér þarf að breyta og þó að maður elski fólki sitt og hvort sem það eru vinir eða vandamenn og maður beri mikla væntumþykju, að þá þarf maður samt að setja mörk yfir hversu mikið aðrir geta haft áhrif á mann. Sérstaklega þegar kemur á orkun okkar og tíðnin okkar, hvort við séum að taka inn á okkur neikvæðni eða ekki. Það er allt í lagi að taka kannski bara hlé eða pásu frá fólkinu sem maður elskar. Bara aðeins til að hrista neikvæðnina af sér.
Ef við skoðum þá hvaða áhrif þetta hefur á komandi tíma að breyta hans til, stilla lífið sitt og minnka rauðkvæmuna. Já, komur svo 2. Það kemur hér meyjan sem segir þú ert nóg, þú ert nógu gott, og svo er hérna líka sem sagt að lausnir eða sem sagt að lausnir eru innan seilingar og sem sagt að lokun sé innan seilingar. Þannig að hvað sem er í gangi, hvað sem er að hafa neikvæð áhrif á þig eða gera þig neikvætt í sjálfu þér, að þá er verið að minna þig á að þú ert nóg og þú ert alveg nógu gott í því sem þú ert að gera. Þú þarft ekki að sanna neitt og þessu lýkur innan bráðar. Það er innan seilingar sem að lokunin á þessum kafla er og það verða lausnir. En þú klárlega þarft að breyta ykkur hjá þér til þess að minnka neikvæðnina í kringum þig eða innra með þér, ef ekki bæði. Bara fyrir það hvað neikvæð orka er hamlandi. Við skulum fá okkur manifestation spil til þess að styðja þetta. Það kemur hér. Skildu fortíðina að baki. Þannig að hvað sem þetta er sem er í gangi, þá þarftu ekki að taka það með þér áfram. Þú þarft ekki að hafa fortíðina með þér áfram út lífið og sérstaklega ekki ef hún er að halda aftur að þér eða halda þér í neikvæðri orku. Þannig að leyfðu þér að sleppa tökunum á fortíðinni, sleppa tökunum á neikvæðinu, myndu að þú ert nóg og meira nóg og þú ert nógu gott í því sem þú gerir og þessu lýkur fyrr eða síðar og lausnir eru innan seilingar. Þetta gengur yfir. Ok, þá færum við okkur yfir í drekana. Og þá byrjum við að hvað er að koma upp. Og hér kemur mótspyrna. Þegar við upplifum að eitthvað standi í vegi okkar, en á sama tíma þá er þetta líka í rauninni ögrun. Þetta er ekki bara það að við mætum einhverju sem heldur aftur á okkur, heldur erum við líka að mæta einhverju sem ögrar okkur og getur keyrt upp kraftin okkar þannig að við gefum enn meira í. Þegar við höfum alveg gott að því að mæta svona ögrun í lífinu af og til, bara svona til að halda okkur á tánum og til að halda okkur í siglingu áfram. Að þegar stundu þurfum við bara ögrunina til þess að sparka þess í rassinn á okkur sjálfum. Svona svo við séum ekki að gefa of mikið slaka og fara of mikið inn í þægindaramma. Við þurfum alltaf aðeins að ögra okkur til þess að þetta ekki bara í einhvern þægindaramma sem að mögulega fer síðan í minnkun. Þannig að hér er verið að benda á einhverju ögrandi í lífinu og mögulega einhverju mótspyrnu fyrir suma og þá er verið svolítið svona að benda á að nú má keyra upp eldinn. Ef við athugum af hverju verið að benda á þessu ögrandi núna, af hverju verið að sýna í mótbyr, benda á mótbyrin sem að þið mætir í lífinu þessa dagana. Og það kemur hér. Það er Imperial drekinn sjálfur sem er í rauninni
Hann sýnileikinn, hann sólin. Þannig að hér verið að benda á sko, þú mátt vera sýnilegt, þú mátt láta ljósið skína á þig, draga athyglina að þér og taka bara svolítið stórt pláss. Þannig að þessi ögrun sem þú mætir eða ef þú ert að mæta ykkur á mótlæti, það þá verið sérstaklega benda þér á að bara láttu í þér heyrast, vertu séð, taktu pláss og láttu aðra sjá þig. Gerðu sjálfa þig og rödd þína sýnilega. Bara taktu pláss og mikið pláss. Leyfðu öðrum að taka eftir þér og sérstaklega ef það eitthvað verið sko að reyna að halda aftur að þér eða þú ert að mæta þannig mótbyr að það eigi að draga úr þér, þá einmitt komið tími til þess að þú látir virkilega í þér heyrast og taki mikið pláss og berjir svolítið í brjóst og ert bara mjög sýnilegt og standir fyrir þínu. Og sérstaklega þú ert að upplifa og mætir ykkur óréttlæti, þá skaltu svo sannarlega láta röddina heyrast og tala þínu máli sko. Hér á ekkert að skafa hlutunum, bara að gefa í og vera kannski jafnvel með pínu læti. Og við skoðum fram á við hvað áhrif þetta til með að hafa á komandi tíma. Að þá erum við hér með í rauninni sko systurina, við erum hérna með sko styrkin og sólina að ég sagði að þetta voru sólardrekkin en þetta samt þetta styrkurinn en hann samt beintengdur inn á sólina líka. Þegar svo hérna sólardrekkin sem beintengdur inn á styrkin að þegar með því að taka þetta pláss, með því að standa keykt og taka plássið þitt og láta í þér heyrast, berjast alltaf fyrir sjálfu þér, ekki láta draga úr þér, að þá farð þú svo sannarlega að skína áfram og bara taka enn meira pláss og vera séð og jafnvel njóta virðingar fyrir kostina þína. Þannig að hér alveg tími til þess að berja svolítið kraftin í brjóstið og láta í sér heyrast og taka mikið pláss og bara, eins og ég segi, jafnvel bara vera með læti, þú þarft að vera með læti. Bara til þess að þú fáir að njóta þín og blómstra og ekki, og alls ekki leyfa öðrum að kaffæra þér. Alls ekki. Náttúrulega aðtöða hvort það sjáist að þetta núna 2 sólardrekar. Það sólamerkin á þeim báðum. Styrkurinn, imperialdrekkin eins og sólardrekkin sjálfur. Þannig að vertu séð og láttu ljós þitt skína sko. Alveg hiklaust. Nei, við skulum fá manifestation spil. Og næstu við búin að gleyma. Fá manifestation spil til að styðja þetta. Svona. Og það hér nýtt tungl í Steingate, Step Up og Lead. Það það taktu skrefið og taktu stjórnina. Og leyfðu öðrum að fylgja þér. Þannig að, eins og ég segi, núna tíminn til þess að vera séður og láta í sér heyra, taka pláss. Og líka því að, sko, sérstaklega í mörgum tilfellum, það svo mikilvægt að eitthvert okkar í rauninni stígu upp og láti í sér heyra og taki plássið og vekja athygli á sér til þess að aðrir þori að gera slíkt þess sama þegar þess þarf. Þess þarf nefnilega bara mjög oft á tíðum. Þannig að leyfðu þeir að vera til fyrirmyndar. Þá erum við búin með drekkina. Og þá erum við bara búin með alla 3 stokkana. Svona. Ég held að ég hef bara gert þetta með hraða líka. Ég veit ekki alveg. Já. Það kannski einmitt þessi svakalega orka með hrúfnum
hefur kannski orðið til þess að ég bara tali hraðar eða eitthvað. En það er einmitt þessi kraftur og drif sem er mjög ánægilegt að finna að mínum að þegar ég get rétt ímyndum mér að fyrir marga þá er þetta svolítið intense og að þá sé bara óbúslega mikið að gerast líka. Það er mikilvægt að við munum eftir því að þó að það sé mikið að gera, kannski á mörgum vígstöðum óbúslega mikið að gerast, þó að við finnum allt þetta drif og allan að kraft innra með okkur til þess að framkvæma og gera og græja og taka pláss og vera séð, þá er óbúslega mikilvægt fyrir okkur líka að muna að við megum taka okkur pásu, við megum hvíla okkur og við þurfum að hvíla okkur. Við þurfum að hlúa okkur sjálfum líka. Þannig að þó að við séum með allan þennan eld innra með okkur og viljum bara gera og græja og sigra heiminn, þá þurfum við líka að hvíla. Þannig að við skulum passa að sprengja okkur ekki. Já, alltaf ánægilegt að eiga þessa stund og mjög ánægilegt að sjá að það er fylgst með og ég vona að sé ykkur fleiri sem að þið sem eru að fylgjast með og ykkur fleiri njótið þessar stunda líka með mér. Ég er mjög þakklát fyrir að hafa hljómgrunn. Ég vona að skilaboðin rati svona rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Og ég þakka bara kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina. Bara eigið þið gott kvöld.